Hér kemur annar hlutin af fjórða kaflanum úr orkunni. Tónhæð hvers hljóðs er mælikvarði á hversu hátt það liggur í tónsteganum, þar að segja hvort það er skær tónn eða djúpur. Tónhæðin, hún ræðst af því hve hratt bylgjurnar berast, þar að segja hversu stuttar þær eru. Rétt í sem að hljóðgjafinn titrar hraðar þeim mun styttri verða bylgjurnar, en það fjölgar þeim líka. Þannig að tíðni er líka mælikvarði á tónhæðina, því að því sem bylgjurnar eru styttri þeim mun fleiri eru þar, og þess vegna hefur tíðnin líka áhrif. Bylgjulengd og tíðni er í raun og veru sitt hvor hluturinn til þess að mæla það sama. Við ráðum bara við hljóð af ákveðinni tíðni. Það eru til hljóð sem liggja fyrir utan það sem við heyrum, bæði fyrir neðan og fyrir ofan. Sjáu þetta hérna. Það eru sum dýr sem að heyra hljóð sem eru fyrir neðan það sem við heyrum og önnur sem heyra hljóð sem eru langt fyrir ofan það sem við heyrum. Og hér er verið að tala um tíðni. Háseta er hertz, sem eru bylgjur á sekundu. Dopplerhrif er fyrirbæri sem myndast þegar annarkvort hljóðið, það sem myndar hljóðið, eða það sem heyrir hljóðið er á hreyfingu. Þetta þýðir að ef, nú skulum við ímynda okkur að hljóðgjafinn, það sem myndar hljóðið, sé á hreyfingu við sumkjör, það gæti verið öfugt, að við heyrum betur í hljóðinu ef það er að koma til okkar heldur en ef það er að fara frá okkur. Sjáum þetta ágætlega á myndinni. Það er vegna þess að bíllinn sem er með sýrnun á, hann ýtir á eftir hljóðinu. Þess vegna magnar hann það upp, og meðan þegar hann er að keyra í burtu þá togar það núllast svolítið út af því hann togar það svolítið í sundur af því hann er að keyra í burtu, því að hljóðið þarf að ferðast til okkar. Þannig að við heyrum hærra í sjúkrabíl sem er að nálgast okkur heldur en í sjúkrabíl sem er að keyra í burtu. Það er fullt af tækjum sem við notum sem að nota hljóð, og þá yfirleitt hátíðni hljóð, til dæmis ratsjár og dýftarmælir. Bæði senda út hljóð af ákveðinni tíðni og nema hvort og hvernig þau endurkastast og geta þannig búið til einhvers konar mynd af umhverfinu. Leðurblökur nota hátíðni hljóð til þess að rata eftir. Þær senda út hljóð og nema hvernig það berst tilbaka, og við notum hátíðni hljóð til þess að horfa á eða skoða myndir af börnum í móðurkviði. Hér sjáum þið mynd úr hefðbundnum sónar, en hér sjáum þið mynd úr svona nýtísku fjórvíddar sónar. Þessi mynd hér er vísu bara ljósmynd. Hún virðist verið í þrívídd, við sjáum þetta mun betur, hér er bara tvívídd. Fjórða víddin sem að fólk talar um þegar það fer í fjórvíddar sónar er í raun og veru tíminn. Því að fólk er að horfa á barnið í raun tíma. Hljóðstyrkur er mældur í desibelum. Hljóðstyrkur er orkan sem við notum til þess að búa til hljóðið, og eftir því sem að hljóðstyrkurinn er meiri, þeim mun meiri sveifluvídd er á hljóðbylgjunum. Það er að ná hærra upp og hærra niður. Við notum kvarða eins og desibelkvarðan til þess að ákvarða hver hljóðstyrkurinn er. Þetta er ekki línulegur kvarði. Hann hækkar ekki jafn mikið allstaðar. Hækkunin er margföld, því að hver 3 desibel sem við förum upp þá tvöfaldast hljóðið. Þannig við förum upp um 3 desibel þá er hann búin að tvöfaldast, fyrir 3 viðbót þá fjórfaldast hann. Ef við förum upp um 9 að þá 8-faldast hann. Svo 16-faldast hann upp í, þegar við erum búin að hækka um 12 desibel.
Þannig að munurinn á hljóði, og þessi hækkun á við allstaðar, ekki bara hérna neðst. Þannig ef ég fer úr 90 í 93, þá er ég að tvöfalda hljóðstyrkin. Þannig að munurinn á 90 og 100, hann er nærri tífaldur. Því að þannig erum við búin að fara, hann er rúmlega 8-faldur. Því að 9, upp 9 stig er 8-faldur munur. Eins og ég sagði áðan. Sársaukamörkin er einhvers staðar hérna í rúmlega 100. Í hávaða yfir 80-90 þá þurfum við í raun og veru að vera með heyrnarskjól eða heyrnartappa. Nema það sé í mjög stutta stund, og þegar við erum komin upp fyrir 120 þá þurfum við virkilega að vera með heyrnartappa. Flestir tónlistarmenn sem eru að spila á tónleikum eru með heyrnartappa í eyrunum, og margir tónleikagestir líka. Því að það sem heyrnartapparnir gera er að þeir sía burt hljóð sem við þurfum ekkert endilega að heyra. Tónlistin verður bara hreinni í gegnum heyrnartappana. Hlutir sem að geta framleitt hljóð, þeir hafa eigin tíðni. Eigin tíðni er sem sagt sú tíðni sem hluturinn sveiflast auðveldast á. Ef þið hafið einhvern tímann setið í bíl og allt í einu fer eitthvað í mælaborðinu að víbra, það er vegna svona eigin tíðni. Því þá hittir víbringurinn á vélinni á eigin tíðni þessar hlutar, þá fer hann að sveiflast hraðar. Hermun er svo þegar bylgjur fara frá einum hlut yfir annan sem hefur sömu eigin tíðni. Og þá magnar hann upp hljóðið. Hvað tónlist er mjög persónubundið, og þetta er í raun og veru tvíþætt spurning þar annars vegar. Hvað er tónlist og hvað ekki? Og síðan hin, hvað er góð tónlist? Þetta er mjög mun og flóknari spurning. Samliðun hljóðbylgna er þegar það er myndast á sama tíma. Yfirleitt erum við að tala og verðum vitni að styrkjandi samliðun. Það er þegar það margir hljóðgjafar mynda sömu bylgjurnar. Þetta þekkjum við svolítið þegar að fólk er að syngja saman í stórum hópum, til dæmis átt fótboltaleikjum eða tónleikum. Og flest höfum við nú að minnstakosti séð í sjónvarpu eða heyrt þegar að heill fótboltavöllur fer að syngja sama lagið. Og það er ennþá skemmtilegur upplifun að hafa tekið þátt í þessu. Þetta getur virkað í hina áttina. Það er að segja, ef að bylgjurnar hitta akkurat á að vera öfugt, það er að segja ef að þétting öðrum megin hittir á þynningu hinum megin, þá núllast þetta út. En þetta verður að vera akkurat nákvæmlega eins og akkurat á skjön til þess að þetta virki alveg. En ef að það er allir að syngja sikkvortlagið, þá heyrum við ekki, þá heyrum við ekki þögn, af því að þetta er ekki akkurat bein eyðandi samliðun, en við heyrum heldur ekki hvað nokkur er að syngja. En þá er þessum hluta lokið.